Ok, Óskar, 3-1 tap á útivelli, hvernig er svona tilfinning eftir leikinn? Bara alltaf svo sama tilfinning fyrir tapar, það alltaf svult pirrandi og alltaf einhvern tilfinning sem koma strax eftir leik. Byrjuðum leikinn mjög vel og fengum mikið að færum, fyrirhálfleikurinn var töluvert betri seinni, en tilfinningin er bara ekkert rosalega góð af því að við töpum, en töpum líka bara á móti frekar góðu liði sem er í góðum gír og við erum bara undir í baráttunni í dag og stjörnustefnurnar voru bara mjög gíraðar í dag og verðskuldarnir sigur það mjög móti. Kannski bara, já, Svektur kannski hafi ekki þá kannski nýtt, þið fengið alveg góð tækifæri, Svektur hafi ekki bara nýtt þau? Jú, algjörlega, mér fannst 1-0 yfir, gerum vel og bara uppsendingum leiknum fannst mér góð. Fáum mjög góð tækifæri til að koma okkur í 2-0. Náðum ekki nýta og hægt og rólega í fyrirhálfleik fannst við stjörnustefnum að taka bara svolítið völdin á vellinum og við erum pínu litlar, fórum aðeins neðar og ákveðin leikmenn sem mátti ekki snúa með boltann í áttina á markinu og við fengum að gera það og fyrsta markið var akkurat þar í mark þar sem það spiluðu bara sundarspil okkur og frábærlega kláraði þeim. 1-1 í hálfleik og við fórum aðeins í stöðuna og það var svona svíður að mesta að annað markið er markspinni okkur og bolti fer inn á miðjuna og þær vinna fyrsta bolta, vinna annan bolta, komast vinstar megin fyrirgjöf og undan henni teg og mark. Búin að fara yfir þetta svo oft, vitum að gera þetta góður í stjarnan en við bara náðum ekki að ná og svo fannst mér það þriðja markið dró svona pínu tennurnar úr okkur og við vorum samt að reyna inn í lokin, reyna að setja klór í bakkann og gefa stelpunum það að þær gáðust aldrei upp og þær reyndu djöfluðust alla leikinn og ætluðu sér að ná alltaf við næsta mark eins og alltaf hjá okkur en bara þá var þetta komið fyrir stjarnina og já, svona eftir og ekki þá er fullt að við komast í 2-0. Það hefur verið breytt gangmála hans mikið held ég. Má það kannski útskýra að merkja sér fá okkur, bara svona ódýr og svona voidable, ef maður sagði ensku? Já, mér finnst það, en mér finnst öll mörk vera það. Þú veist, öll mörk sem fara á þig og mörkin sem við skorum að Stjarnan getur örugglega sagt að sendingin og geðið að það getur að vera Muriel og hjá okkur að við ættum að vera nær leiknum. Öll mörk er einhvern veginn að voidable, en mér fannst þessi í dag vera af ódýrari gerðinni. Þú veist, þú getur líka bara að klappa fyrir góðum mörkum og ég meina frábært marki á Andrinu, fyrsta marki, hún bara smyr hann upp í samúðin og það er vel gert, en mér finnst bara að við getum verið nær henni þar. Finnst að við getum verið búin að koma í veg fyrir það með að hleypa henni á veikarafótinn og allt þetta, þú veist, öll mörk eru voidable. Í dag fannst mér ekki ódýr mörk, sérstaklega í ljósi þess að við ætlum að berja það eins og kom í ljósi leiknum, við ætlum að vinna fætin og bjóða upp í fæt leik og vera agar sem við vorum í varnarleiknum okkar. Gáum ekkert brjálæðislega mikið færum á okkur þannig, en já, mörkin voru voidable og öll mörk eru það einhvern nátt skilur. Svona bara hvernig lítur þetta út fyrir svona næsta leik? Hvað þarf að hamra á og hvað er jákvæmt að taka út úr sér? Það er alveg fullt að jákvæmt að taka úr sér, alveg fullt. Mér fannst, eins og ég segi, við bara áttum stóran, góðan, fyrst 20 mínútur voru mjög góðar hjá okkur. Fáum ykkur 4-5 góð færi og gerir þeim lífið leitt. Við þurfum að fjölga þeim góðu köflum, við þurfum bara að halda áfram í trúna líka. Það er einn leikur eftir tímabilinu og ég held að það komi í ljós núna að við náum ekki top 6 sem er fullt og svekkjandi og pirrandi. En þú veist, það er bara því það við 4 leik eftir í sumar og það er bara valur næstu helgi, það verður gríðarlega erfiður leikur en á sama tíma þá þýðir ekki að dvelja lengi á því að við töpum þessu leik. Við þurfum að gera þann leik upp á morgun, fara yfir það sem við gerum vel, fara yfir það sem við erum að laga og svo mætum við bara einhver mánudaginn og gerum okkur klára fyrir erfiða leik með Val. Takk fyrir.